Komið sæli til Pólitíkin 14. þáttur, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Haraldur Benediktsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, gestur minn að þessu sinni. Haraldur sem búfræðingur að mennt bóndi á Vestri Reyni í Hvalfjarðarsveit og starfaði tíma við bændaskólan á Hvanneyri, eins og skólinn hét þá. Haraldur hefur lengi unnið að málefnum landbúnaðarins, hann var formaður búnaðarsamtaka Vesturlands og síðar bændasamtaka Íslands. Árið 2013 var Haraldur kjörinn alþingismaður og hann hefur starfað í atvinnuveganefnd, fjárlaganefnd þar sem hann var tíma formaður og svo stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Norðvesturkjördæmi á 8 þingmenn og leið fámennasta kjördæmið þrátt fyrir að vera landfræðilega séð mjög stórt. Kjördæmið var til þegar gömlu kjördæmin Vesturland, Vestfirðir og Norðurland vestra voru sameinuð með nýrri kjördæmaskipan árið 2000. Með þeirri undantekningu reyndar að Siglufjörður færðist á yfir í Norðausturkjördæmi. Haraldur Benediktsson, velkominn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Kom aldrei neitt annað til greina en að verða bóndi í þínum huga? Jú, það kom margt til greina, en ekki man ég svo sem annað en að hafa ætlað að verða bóndi og heim og reyn, sko. Og en svo hefur maður tekið svona einn og einn afleggjar út frá því, en í grunninn ég bóndi og ég held að ég losna ekkert við það. Er þetta þá fjölskyldubíli? Þetta er sem sagt, ég 4. ættliður minna fjölskyldu á Reyni og þetta var bú foreldra minna sem að við Lillegurum tökum við 96 og þessi fjölskylda kemur hérna rétt 1910. Já. Það er mjög gaman þegar maður tók þátt í landbúnaðarpólitík á Norðurlöndum í svona norrænu samstarfi. Þá voru kollega mínir alltaf með það hreinu hvaða kynslóðir væru á viðkomandi jörð og hvað fjölskylda væri búin að búa lengi. Já, og kannski þá bara kynslóð 5, 6 og 7? Já, bara frá 1700, já. 1800. En þetta er svolítið öðruvísi í okkur, þar sem að þótti eðlilegasti hlutur að fólk flytti nánast árlega á milli bæja, menn voru að komast yfir betri jörð ár frá ári eða svona 5 ára frestið, eitthvað slíkt. Þannig að sögulega er það einna sérstöðum íslenskan landbúnaðar, það er svona þessi festa sem að með, en við eigum samt nokkra jarðir á Íslandi sem hafa verið lengi í sömu fjölskyldum og nú er þetta að verða oft svona 100 ára saga. Það verður einhver breyting hérna 1900 þar sem að sjálfsegnar búskaparformið ríður sem meira til rúms, þar sem bændur fara að eiga jarðirnar, sem er besta leiðin, það er besta eiga til að nýta og menn öðlast þá meiri festu og hafa meira frelsi til athafna og koma sér betur fyrir og yrkja jörðina. Og eru þið mest í sauðfjárrækt eða? Við erum með örfá kindur en við erum fyrst og fremst í mjólkurframleiðslu. Við erum með 46 kýr núna í fjósi, eitthvað slíkt. Og þetta er svona verið í þessum skorðum, en það hefur alltaf stækkað ár frá ári, svona örlítið, þrátt fyrir að ég hafi verið lítið heima undanfarin ár og það landið hefur verið bætt við landið og það hefur verið ræktuð tún og reynt að fara í framkvæmdir annars lagið en þetta er ágætt stærð að búi og frábært náttúrulega að búa á þessu svæði, voru gott undir Akrafjalli. Er heilandi að starfa mikið í návíi við dýr? Já, þú færð bestu hugmyndir og semur bestu ræðurnar í höfðinu þegar þú ert að mjólka. Já. Og maður færir nú verið allar sína besta hugleiða og hugsa hlutina við mjaltir. Eða á traktornum sem að setja stundum, löngu stundum í, hvað sem er að keyra úr haugus eða vinna flög eða einhvað slíkt. Mér gengur hvergi betur að ná utanum þar sem ég þarf að hugsa eins og við mjaltir. Kjördæmið, Norðvesturkjördæmi, það er vissulega enn öflugur sjávarútvegur, það er á Akranesi, eitthvað á Hólmavík, eitthvað Vestfjörðum líka og víðar. En er óhætt að segja að þetta sé samt að mestu leyti svona landbúnaðar kjördæmi? Nei, það er svona, ég myndi nú miklu frekar segja að segja, jú,
stór hluti á okkar atvinnulífi er landbúnaður. Akranes hefur svona mist mjög mikið af sinni útgerð. Ég held að hafi nánast má segja að það hafi ekki verið jafn lítil útgerð frá Skaga síðan að Brynjólfur biskup byggði þar upp útgerð 1700 og eitthvað því miður, en það er mikill sjávarútvegur í Norðvesturkjördæmi. Það má eiginlega segja að matvælaframleiðsla í sinni víðustu merkingu sé burðaratvinnugrein kjördæmisins. Síðan höfum við vissulega vaxandi ferðaþjónustu og síðan höfum við stór iðnaðarsvæðið hérna í Hvalfirði á Grundartanga sem að ég myndi segja væri atvinnusvæði, höfuðborgarsvæði, Akranes, Borgarbyggð, tegið sig jafnvel vestur í Dali. Það er svona stóra atvinnusvæðið okkar suðurhluta kjördæmisins. Sjávarútvegur á Snæfellsnesi, sjávarútvegur á Vestfjörðum, laxeldi, sauðfjárrækt og annar landbúnaður í hérna á þessu svæði líka, Norðurlandi vestra, stór öflug útgerð í Skagafirði og gríðarlega öflug matvælaframleiðsla. Þar er sá staður á landinu, Skagafjörður eða Norðurland myndi ég segja, sem að landbúnaður hefur stýrt sér mest í sessi á Íslandi undanförnum árum. Maður sér það að sko Vestfirðirnir, það hefur nú lengi verið talað um stöðu atvinnumála þar, en þú nefndir laxeldi, það er ný grein sem er að bætast við þar, og það kannski það sem helst við staðið fólki þar fyrir þrifum er auðvitað hinn mikli flutningskostnaður sem getur skapað vandamál, en við vorum nú þarna á ferðalagi nýverið og manni finnst nú eins og það sé samt svona, það er eitthvað bjartsýnistónn og það er eitthvað svona uppgangur, finnst manni líka bæði, finnst mér eins og athyglin sé að fara meira vestur en hún gerði. Maður sé til dæmis á Flateyri, það er fólk hér að sunnan farið að kaupa hús og gera upp þar. Það er búið að gera bókabúðuna þar mjög fallega og svæðir að mörguleiti mjög aðlaðandi. Er þetta rétt mat? Er einhver svona birta yfir þessu svæði? Já, ég tek alveg undir þetta með þér og bara frá þenn tíma sem ég hef verið í landsmálapólitíkinni áður í bændapólitík, náttúrulega þekkti ágætlega til þeirra hluta á Vestfjörðum á þeim tíma þegar ég var í bændapólitík, þá hefur náttúrulega orðið algjör umbylting á Vestfjörðum að mínu viti þennan tíma og það er gríðarlegur sóknarhugur og fiskeldið hefur verið burðarás í því, það er líka ferðarþjónustuna, það er stofnun lýðskólans á Flateyri og margir litlir vaxtarbrotar sem hafa heppnast mjög vel. Þannig að ég myndi nú segja að Vestfirði væri í sókn sem aldrei fyrir og það er vonandi að það verði hægt að halda þannig utanum að það geti verið áfram. Nú er náttúrulega Norðvesturkjördæmi stórt og víðáttumikið eins og þú sagðir sko, og bara svo í nefnið að það getur verið skemmtilegt að glíma við að það getur verið algjörlega andstæðir hagsmunir innan kjördæmis. Meðan að Húnavatnssýslur, Borgarfjörður, það sem að raunverulega hryggjast ekki í byggði dreifbýlisins þar er nýting laxveiðihlunninda og síðan þessi áform og uppbygging og við mögum ekki segja áform endalaust því að þetta er þegar og stór atvinnurekstur fiskeldi á Vestfjörðum. Þá hefur verið ákveðin kúnst að vera í stjórnmálum þegar svona þessi pólar hafa tekist á, en ég held að við séum að sigla þannig fram hjá skerjum að báðir geti vel við unað og það skiptir gríðarlega miklu máli að þessi atvinnustarfsemi, fiskeldi, sem er eins og ég sagði á Norðvesturkjördæmi matvælaframleiðslu kjördæmi, er bara ángjað matvælaframleiðslu í sinni víðustu merkingu að það fái sitt tækifæri til vaxtar og viðgangs og þá eru aftur hlutir eins og samgöngur og flutningskostnaðir eins og þú nefnir bara verkefni sem að þarf að vinna með. Það er svona sammerkt líka með Norðvesturkjördæmi, það er ákveðin vandamál í raforkuflutningum, það hefur líkast að atvinnuuppbyggingu fyrir þrifum og ekki síst á Vestfjörðum og það er svona umræða sem að er stundum erfitt að fá skilning á hvort sem að það eru úrbætur samgöngumálum eða raforkuflutningskerfi, en þetta eru kannski
þeir tveir póstar sem eru brýnastir ef ég á sameina kjördæmið í hagsmunamálum og draga það saman í eitt þráð, þá eru það samgöngur, vegir og raforkuflutningskerfi. Og einmitt í því tilliti þá var þetta nú frekar erfiður vetur, held ég sjá þetta að segja, það er mjög erfiður vetur í þínu kjördæmi, það gengu yfir gríðarlega óveður sem að settu raforkukerfið alveg úr skorðum og svo komu snjóflóðin þarna fyrir vestan. Hvernig hefur gengið að vinna úr eftirmálunum svona frá sjónarhóli stjórnvalda og þeirra hlutverki? Ég vil segja að svona óveðurslutin, þannig að þetta miklu óveður sem var nú harðast í Norðurlandi vestra og sérstaklega í vestur hún, að það var tekið með föstum tökum og ég er mjög ánægður með það og ég er ánægður með þá svona uppbyggingu og framtíðarsýn sem að stjórnvöld hafa teiknað upp í kjölfar þess óveðurs. Það eru, ég get ekki sagt að það sé raunverulega búið að gera upp eða taka saman allt það tjón sem var. Núna eru bændur til dæmis að glíma við kal í túnum, en það eru áform og þegar hafna framkvæmdir til þess að bæta raforkuflutningskerfið. Það verður farið í átak í að auka öryggi fjarskiptana sem var nú svona mesta sjokkið að upplifa hvernig þau brugðust. En þetta var sannarlega erfiður vetur og mörgum mjög þungbær og ég er ekkert viss að allir vilji eða geti haldið áfram eins og var eða áform voru eftir þetta miklu óveður sem var í vetur, því miður. En upp úr þessu spretta líka bara önnur verkefni og önnur tækifæri og við skulum bara þegar sólin núna hæst á lofti líka horfa á til þeirra verkefna sem að muni til lengri tíma bara bæta búsetuskilyrði þarna verulega. Tek undir það með þér. En aðeins að ferðasumrinu, það verður eins og allir vita óvenjulegt að því leitinu til að þetta er nú vaxandi grein í kjördæminu að það mun byggjast upp á innlendri eftirspurn í ár að langstærstum hluta. Hvernig svona er hljóðið í þínu fólki í ferðaþjónustunni í norðvestu kjördæmi? Ég hef nú eitthvað séð auglýst til dæmis úr Borgarfirðinum, alls konar afþreyinga möguleikar, er alla fólk að sækja fram þrátt fyrir andstreymi? Já, ég verð nú bara var við svona sóknarhuga fólki og það hefur verið byggðir upp þarna skemmtilegir áningastaðir, spennandi viðkomustaðir sem að verða ekki síður vinsælur í Íslendingum heldur erlendu ferðamönnum. En kjördæmið er svolítið sérstakt að því leyti að það náttúrulega höggað eins og fyrir Ísafjarðarsvæðið að fá ekki skemmtiferðaskipin. Það tekur í það er mikil ferðaþjónusta á Snæfellsnesi byggð upp á erlendu ferðamönnum sem hafa verið gríðarlega vinsælt á undanförnum árum og það verður svona svolítið töff að takast á við það. En ég meina að þetta er fallegasti hluti landsins norðvestu kjördæmi og hversu nætti ekki allir að vera þar á ferðalagi. Og það er, ég heyrði nú reyndar þekki fólk sem reyndi nú að fá gistingu á Hótel Húsafelli núna fyrstu helgina í júní og það var uppbókað. Já, ég heyri á ferðarþjónustustöðvum sem ég er í sambandi við að þeir eru alls ekki svartsýnir á sumarið. Það er svona næsti vetur sem að menn eru svolítið með beig yfir, en síðan erum við svolítið á krossgötum bara núna í dag. Það getur verið að þetta fari bara, við förum aftur að sjá innstreymi ferðamanna, en við vonum það besta, en ég veist það er engin barlómur í ferðarþjónustustöðvum í norðvestu kjördæmi. Þetta er bara verkefni til að komast í gegnum. Já, ég svona fylgist bara með því fyrir viku, það er svo mikil óvissa svo margt, en aftur aðeins í landbúnaðina, því þú hefur starfað svo mikið þar og ert mentar á því sviði og svo framvegis og verið í forystu fyrir greinina. Tökum aðeins púlsinn svona á stöðu landbúnaðarins. Nú hefur vöruframboðið aukist gríðarlega og fjölbreytnin, til dæmis vegna þess að náttúrulega íslensku landbúnaðar hefur þurft að keppa við erlendar vörur, til dæmis eins og í ostum og slíku. Og svo sjáum við líka skýrið komið í útrás. Besta dæmið er Siggis skyr sem að Bandaríkjamenn háma í sig og maður sér í öllum stærstu matvöruverslunum þar í landi. Og svo er þetta
hugtak beint frá bíli víða land og svo það grænmetið, við erum að sjá nýtt spennandi fyrirtæki sem heitir Vaxa koma fram á sjónarsviðið, þannig að það svo finnst manni svona utanfrá séð einhvern veginn meiri gróska en oft áður og einhvern veginn svo margt jákvætt að gerast, það svo sé einhvern veginn nýsköpun og ný hugsun í gangi. Hvernig svona blasir þetta við þér sem gamall í hettunni á landbúnaðurinn mörg vannýtt sóknarfæri? Já, hann á það og það bara þegar ég að hitta ungt fólk og það að velta fyrir sig hvað á að leggja fyrir sig, þá ég mjög áfram það að það láti sig það varða til dæmis að skoða tækifæri í landbúnaði vegna þess að það svo ótal margir spennandi hlutir að gerast, bara vitneskja fólk heilnæmi matvöru hefur tekið algjörum stakkaskiptum. Ég man þegar ég var að setja búnaðarþing 2007 eða 2008 var það, þá flutti ég setningaræðu og vitnaði til þess merka tímarits Times, það sem hafði bara á forsíðu að það var raunverulega uppruni matarinn sem að réði heilsu þjóðana og ég man að þessu var fálega tekið þá og þá var reyndar forseti Íslands með hátíðarávarp hjá okkur og án þess að við höfum nokkuð verið í sambandi þá sló hann eiginlega sama tón og landbúnaðarráðherrann sem hann bætti við þriðju ræðina Einar Kristinn Guðfinnsson og allir vorum við þarna og við vorum bara svolítið sproksetti fyrir að tala með þessum hætti en bara frá þeim tíma 2008 til dagsins í dag getum við sagt að það sé ekkert eins og það var í íslensku landbúnaði sóknin, þróunin, hugmyndaaukin samspil ferðarþjónustu og landbúnaðar nýsköpunar og landbúnaðar og hefðbundnar framleiðslu síðan þessi bara frumkvöðla kraftur sem að bæði byggður á gamalli þekkingu sveitum og úrvinnslu matvæla og síðan kemur ungt fólk og það áberandi hvað mikið af vel menntuð ungu fólki að hasla sig öll í sveitum núna og með þessu fólki koma bara ferskir vindar og nýjir tímar. Við bárum gæfu til þess að breyta samningi í garðyrkjuna núna í vetur og þar verður rammuðin mikil sókn að því að bara tækifærin í grænmeti og ávaxtaframleiðslu eru óendanleg. Síðan vöruþróunin, ég vil nefna eins og mjög spennandi verksmiðju eða mjólkurstöð á Sauðárkróki sem að vinna misuprótein og á svona þröskuldinum að hefja alkohólframleiðslu úr mjólkursykrunum og svo framvegis. Þannig að það eru gríðarlega spennandi hlutir að gerast og þeir gerast fyrst og fremst á grunni þess að fólk meðvitað uppruna fæðunar og heilnæmi fæðunar. Það sóknarfærið okkar. Og ég alveg sammála, þetta alveg ótrúlega merkilegt að fylgjast með og mikil breyting á skömmum tíma en svo þá hafa sumir kannski gagnrýnt að líka að kerfið sjálft að það sé að greinin njóti og mikill að styrkja og þannig sé verið að ýta undir ósjálfbæran rekstur fákeppni sé enn allt og mikil og erfitt sé fyrir nýja að fóta sig mitt í þessu umhverfi þar sem þessi stóru samlög eru öll sem að vilja svolítið venda sitt svæði. Þú hefur örugglega betri innsýn inn í það en flestir. Þurfum við að endurhugsa landbúnaðarkerfið, hreinlega búið nýtt eða breyta því í veigamiklum atriðum? Já, það er mjög gaman að tala um kerfið. Hvað kerfið? Kerfið svona starfsskilyrði eða starfsaðstæður sem búnar eru til og skapaðar og ég skal bara segja Guðfinnur eftir ég settist á Alþingi 2013 þá hef ég nú séð ýmis kerfin og mörg steinrunnin en ég ætla bara að vera keikur og segja að landbúnaðarkerfið eða starfsaðstæður og starfsrammi í íslenskt landbúnaðar ekki steinrunnin. Hann hefur þróast gríðarlega mikið og þú segir háir styrkir. Já, 86 voru þetta 5-6% af landsframleiðslunni. Núna erum við innan við 1% af landsframleiðslunni sem beinn stuðningur, síðan óbeinn stuðningur út í gegnum tollvernd sem hefur lækkað gríðarlega á undanförnum árum og menn gleyma því svolítið þannig að opinber útgjöld og starfsumhverfi frá hendi þess hefur náttúrulega bara hjaðnað gríðarlega undanförnum árum á sama tíma og við höfum
raunverulega byggt upp þessa sókn sem við vorum að tala um hérna áðan, sem er raunverulega bara sókn til meiri verðmætasköpunar og þú nefnir svona samlögin og menn sé að halda utanum sín svæði. Ég er alveg ósammála því að þetta eru fyrirtækin sem að hafa séð tækifærin í þessu smáa og þessum vexti og ég segi að þessum bændafyrirtækjum, þetta er nú yfirleitt sameigna bænda, þau mun vegna best sem að vinna með þessari þróun og það erum við alveg að sjá gerast. Þannig að þarf að breyta í grundvallaratriðum, horfum 10 ára aftur í tíman, við erum með allt annað starfsumhverfi og allt annað kerfi í dag, horfum 5 ára aftur í tíman, það hefur þróast mikið. Já, það á að halda áfram að þróast. Það eiga ekki að vera byltingar, landbúnaður í eðli sínu íhaldssöm grein með langa framleiðsluferla, þarf fyrir sjáanleika. Þannig að við þurfum að vera vakandi og halda þróunin áfram og það er eftirspurn eftir því að þróa þessa grein hjá bændum. Þannig að það er kannski svona spurning um einhvers konar aðlögun þá frekar heldur en einhver svona gjörbyltingar breytingar eins og þú nefnir. Já, ég ætla ekki að kvarta en ég segi að kannski einhverju leyti okkur bændum að kenna líka að segja hægt að segja til okkur að þetta sé steinrunni kerfi og það breytist aldrei neitt en það hefa bara orðið gríðarlega mikla breytingar og það er ekki tilviljun að núna á síðustu 3, 4, 5 árum erum við að sjá ungt fólk endurnýja búsetu og búskap á bújörðum og það er að horfa til miklu fleiri þátta heldur en bara landbúnaðarins sjálfs. Það er svona einhver mesta bylting sem er orðið í byggðamálum í sveitum undanförnum árum er bara bætt fjarskipti, lagning ljósleiðara og þegar ég var í bændasamtökum í 9 ár þá fann ég hvernig þessi áhersla var að breytast. Verðið á dilkakjöti til bænda var ekki í fyrsta sæti heldur var það hvort það var góður skóli, hvernig það var fjarskipti, hvernig það var samgöngur og þegar þú hefur þessa þætti í lagi, fjarskipti, samgöngur og svona innri strúktúr sveitana þá þarftu ekki að hafa neinar áhyggjur af sveitunum. Ég get að því ég brenn fyrir því og hef brunnið fyrir því lengi að bæta fjarskipti sveitum, ég get talið upp fyrir því þó nokkuð marga bæi í öllu all land sem að hafa endurnýjað búskap og búsetu af því að kom ljósleiðari og þeir eru komið heim í hlað þar sem að skiptir ekki máli hvar þú ert að vinna, þú vinnur þetta við netið, þú ert með fullkomin flutningshraða fjarskiptana gagnvirkina að þá er það að búa til allt þar aðstæður fyrir búsetu og afkomu. Störf án staðsetningar er vinsælt orðatiltæki nú það er mjög vinsælt. Getur breytt þetta atvinnumáli mjög mikið að þessi nýja tækni og hún kannski setja gömul vandamál í nýtt samhengi þannig að það er að koma nýja lausnir við það. Já, en þetta er svo miklu stórkostlara heldur en svona miðaldra kallar eins og ég get hugsað mér sko. Ég hitti í Vestur-Húnavatnssýslu fyrir 2 árum ungan mann sem var að reka leikjadjam fyrirtæki heima á bænum sínum sko, hann var í samskiptum við þúsundir manna út í heimi. Þannig að þegar við erum að tala svona með hefðbundum hættum störfum, staðsetningar og að flytja störf á höfuðborgarsvæðinu, við þurfum bara að flytja störfum á öllum heiminum. Já. Og ótal mörg störf eru unnin núna út í sveitum og þau eru ekkert bundin við Ísland. Ég var sjálfur Systursson sem að sko rekur lítið framleiðslu fyrirtæki í kvikmyndagerð. Honum er bara alveg sama hvar hann er. Hann getur allstaðar unnið og skapað eða framleitt og verið í vinnunni. Hann bara fyrst og fremst góða fjarskiptatengingu eða ljósleiðaratengingu. Hún nefndir, ég brenn fyrir fjarskiptamálin og það er kannski svona, næsta spurning, finnst þér gaman í pólitík og svona hver eru þín hjartansmál, hvar brennuru mest? Já, finnst mér gaman. Já, sko þetta er starf sem er ekki hægt að lýsa að vera í pólitík og flesta daga er mjög skemmtilegt. Þetta er líka ótrúlega slítandi og erfitt starf.
Ég fór svolítið úr bændapólitík yfir landsmálapólitík til þess að klára það sem ég tókst ekki að klára í bændapólitíkinni, svo ég sé nú bara galgópalegur í tali. Þá var það atrið eins og fjarskipti og það er hægt að velja sér svona leiðir í pólitíkinni hvernig þú hefur áhrif. Þú getur valið að standa í ræðustól þingsins og skammalla. Þú getur valið það að vera í því að koma þér áfram upp tröppugangin og komast í áhrifastöður og þú getur líka valið að vinna með. Ég ætla ekki að segja að allir vinni ekki með, heldur þú getur líka farið til þinna flokkssystkina ráðherra og sagt, ég vil hjálpa þér, ég vil vinna með þér framgangi mála. Og ég er þeirra gæfu aðnjótandi að hafa flutt þetta áhugamál mitt fjarskipti í dreifðum byggðum eða fjarskipti á Íslandi til fyrst Hönnu Birnu þegar hún var ráðherra fjarskiptamála og hún treysti mér fyrir því að vinna þessu og síðan Ólöf Nordal og þessum tveimur ráðherrum Sjálfstæðisflokksins á ég það að þakka hafa fengið að vinna þessu að miklum krafti og við höfum náð ótrúlegum árangri. Og já, þetta er eitt af því sem ég brenn fyrir í pólitík að bæta búsetuskilyrði. Og það er gaman að sjá árangur verka sinna og það er mesta endurgjöfun sem þú ferði í pólitíkinni. Þess vegna verður þetta skemmtilegt starf. Langaði samt til að verða landbúnaðarráðherra áður en þú hættir? Ég var alveg tilbúin til þess síðast og ég væri örugglega mjög góður landbúnaðarráðherra en sem að tala í alvöru þá hefur ráðherra starf ekki verið endilega markmið eða ráðherrastarf ekki verið markmið mitt því að í pólitík getur unnið að málum með svo ólíkum leiðum og ég er miklu frekar liðsmaður og mér gengur vel að virkja fólk til samstarfs. Ég þarf ekkert endilega að vera mest áberandi fígúran á svæðinu sko. En auðvitað hefur maður sinn metnað. Ég náði því að verða oddviti í mínu kjördæmi. Ég er mjög sæll í því. Síðan verður þetta að þróast og ég veit ekki hvað verður og enginn veit hvað verður. En ég er mjög sæll í þeirri stöðu sem ég er í. Sjáum hvað verður síðar. Ég held reyndar að þú yrði frábær landbúnaðarráðherra. Haraldur Benediktsson, takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig.